Jæja, það var orðið of langt þess vegna ég ætla að halda áfram og ég var komin hérna í hormónin. Ég ætla nú bara aðeins að fjalla þessi tvö eiginlega hormón sem eru hvað þekktust og það eru þá svolítið svona svengdar og sedduhormónin, það er svona kallast það. En hormón stýra svona miklu leyti svengd og seddu og til dæmis ef við byrjum að nefna hana grelín, að það er oft kallað kannski svengdarhormónið, að það eykst fyrir máltíð. Þess vegna þá finnurðu fyrir þegar þú ert svöng, þá hækkar það. Þess vegna að þá hækkar grelín og fólk þá borðar og þá lækkar grelínið þegar þú ert búin að borða. Meðan grelínið lækkar þegar þú ert búin að borða máltíðina, þá hækkar leptínið og það er svo sem gerir okkur södd. Þess vegna þá er að hækkun á sedduhormóninu. Og það myndast í fituvef og segir sem stela bara heilunum, jæja, nú er bara nóg komið. Það er svona, þetta er kannski svolítið það hormón sem er kannski öll þessi þyngdarstjórnunarlyf eru að hafa áhrif á, að jafnvel myndi telja að það sé að hækka þá kannski leptínið sem er þá að gera okkur södd og borðum þá síður. Þetta er bara svona myndir hérna þetta. Hérna er bara tafla sem sýnir sem sagt á einfalda leið til að setja töluna í samhengi, sem sagt þetta er að segja okkur að talan þarna aftast kaloríur kíló á dag sýnir svona hlutfallslega orkueyðsluna og hérna sýnir okkur það að börn þurfa miklu meira orku miðað við hvert kíló og það er þá vegna hraðari efnaskipta og vaxtar hjá þeim miðað við fullorðnum, að þá lækkar þessi tala þegar líkaminn er svona að hægja á sér og krefst að minni orku. Það er svona þetta er að sýna svona þessar hlutfallslega orkueyðslu eftir líkamsstærðinni. Hitavaldar ýmislega getur sem sagt haft áhrif á svona tímabundið og hækkað orkueyðslun líkamanum. Að það getur verið til dæmis bara fæðuneysla og það er þá bara þessi hitaáhrif næringarefnanna þegar vera melta og frásoga matinn. Og það krefst orku, kuldinn, að það krefst meiri varmamyndun í kaldara umhverfi heldur en heitu. Tóbak, áfengi og koffein og fleiri efni, svona örvandi efni hafa áhrif. Og sálrænir þættir og streita, álag, að þetta getur verið svona hormónabreytingar og haft áhrif á hitavaldana. Og krefst það kannski aukinnar orku, að þegar þú ert í streitu ástandi og álagi að þá kannski hefur maður átt að sjá því að fólk kannski einmitt brennu meira, þannig er heldur ekki að borða, þess vegna þá fyrir kannski allt í einu að missa þyngd. Þess vegna þetta krefst meiri orku og þá fyrir fólk bara einmitt að missa einhver kíló ef það er í einhver þessu til lengri tíma. Hreyfing, öll hreyfing krefst þess að viðbótar orku eins og vorum að tala um. Þetta palsið og álagsstuðulinn. Við brennum mest ef við notum þessa stóru vöðvahópa og ef við gerum það lengi. Svona, ef við erum að stunda hjólreiðar, við erum að labba upp fjöll eða sund og þess að þetta ára og nota þessa stóru vöðva. Það er svona að sjá við hérna þegar bara hvað þarf marga kaloríur fyrir ákveðin störf. Því erfaðir sem störfin er, því meiri orku erum að brenna og meiri orku þurfum að innbyrða til þess að halda jafnvægi. Börn hafa háa grunnorku á hvert kíló eins og kom á töflunni áðan vegna svona bara vöxt og þroska. Það er mikið að gerast hjá krökkum, bæði bara þau hreyfa sig mjög mikið, þau þurfa að stækka, uppbygging á vöðvum, þyngjast og þess háttar. Þess vegna það er kannski aðeins erfiðara að áætla heildarorkuna hjá þeim. Það sem athafnirnar eru, hreyfing er mjög breytileg og bara svona rétt þess að 10-15% af heildarorkunotkun barna fer þá kannski bara beinlínis í vöxtinn. Orkuþörf barnshafandi kvenna
að það er áætlað út frá þyngd að konur bæti á sig 10-12 kílóum í lok meðgöngunnar og kostnaður er aðalega út af vefja svona byggingu. Þetta getur verið aukin fitusöfnun, þetta getur verið varðandi vatn í leginu og síðan er þetta líka eins og segi barnið sjálft. En miðað við svona meðalorkuþörfina þá er talin vera aukalega 300 hitaeiningar, það er svona að meðaltali. En það er svona aukin dagleg þörf getur verið kannski minni en reiknuð hjá sumum, það fer þá eftir, kannski þarf að auka, eða er konan að sinna ákveðnum hreyfir hún sig mikið, eða er hún að borða eitthvað, það getur verið svona pínu persónubundið. Það er svona eitt það er ofta að tala um að setja að borða fyrir 2, það er ekkert alveg raunin. Að því kannski konur að hreyfa sig minna eins og kemur inn í sögunum, raun ekki nein vegna minni orkueyðslu, að kannski þær einmitt að minnka aðeins hreyfinguna sína, að þá þurfa ekki endilega að borða fyrir 2, það er bara að tala um kannski 300 kaloríur sem gæti verið þá bara eins og eitt millimál auka. Orkuþörf brjóstagjöf að meðalframleiðsla brjóstamjólk sé svona 800 millilítrar á sólarhring og ef maður tekur svona niður að 100 millilítrar svona kannski 70 kaloríur og ef það eru 800 millilítrar á sólarhring þá var þetta kannski svona aukalega 560 kaloríur. Og það svona viðmiði svona meðalorkuþörfin talin aukalega sé 500 kaloríur á meðan brjóstagjöf stendur. Orkujafnvægi, svona megin hugmyndin er að þyngd helst stöðug þegar orkuinntaka er sama og orkueyðslan. Þess vegna maður spáir þessu svolítið bara eins og svona vog, eins og þarna eða vegasalt, að þegar það kemur jafnmikið inn og jafnmikið út að þá helst þetta jafnvægi. Og þarna þegar við kannski stígum bara reglulega vigtina og ef við erum haldast í svona stöðugri þyngd, að þá myndum við telja okkur vera bara í orkujafnvægi. Að þá erum við að borða nægilega með orkunni sem við erum að eyða. Það er svona að líkaminn hefur þá fengið þá orku sem að þarfnast til vitals á líkamanum. En síðan getur verið til dæmis eins og áhrif, til dæmis eins og frá föstu, þegar fólk þá er orku skortur og þá gengur kannski líkaminn á þá fitubirgðir og jafnvel ef að þegar fitan er búin að þá er leitað í vöðvana. Ef skortur er kannski lengi og viðvarandi. Ofneysla að þá kannski er rosalega oftar umfram orka og það fer þá bara í að safna í fitusvæðin sem kalla þá á þyngdaraukningu og getur þá til lengri tíma ef þetta er stöðugt að þá bara við ofþyngd og offita. Það getur leitt til. Það er svona orkujafnvægi, það er þetta neysla og orkunotkun haldast þá bara í hendur og síðan að þessu er að fjalla bara klassíska svona nálgunin, ef maður orðaði þannig að kannski til að léttast 0,5 kíló þarf að eyða 3500 kaloríum umfram neysluna á viku og þá var þetta kannski 500 kaloríur á dag umfram neyslu veldur þyngdaraukningu 0,5 kíló á viku. Svona 500 kaloríur minna á dag og eftir viku verður þá búin að léttast 0,5 kíló. Kannski bara aðalega eins og ég segi hvað er orkujafnvægi og það þá einmitt neysla inn versus neysla út er það sama jafnvægi þarna. Að greina offitu að þá er til dæmis nota þessi þetta viðmið, BMI er þá ein aðferðin til að nota og athuga líkamsstöðul eða þyngdarstöðulinn að þá er talað um þá er verið að skoða út frá hæð og þyngd einstaklingsins að þá er þetta þyngd í kílóum deilt með hæð í metrum í öðru veldi. Við erum aðeins að fara að reikna þetta í verkefninu, það er svona bara passa að sé í metrum en ekki sentimetrum þegar það er að gera í öðru veldi .
En þetta til dæmis notað eins á spítölum og annað og þegar verið að athuga bara svona mjög svona snögg leið til þess að finna út hvort að fólk sé yfir líkamsþyngd eða ekki eða undir. Og þá er til dæmis BMI sem er á milli 20 til 25 er talin vera eðlileg þyngd. BMI 25 til 30 þá ertu komin í yfirþyngd og yfir 30 BMI er talin vera alvarleg offita. Og síðan undir kúrfunni líka ef þú ert undir 20. Það er svona body mass index, það er svona bara eins og segja þetta er það sem fólk er stundum að flaska á að nota og sentimetra í staðinn fyrir metra í öðru. Það hefur svona stundum verið margir ekki sammála að finnst þetta vera rétt leið, en þetta er þá ein af leiðunum. En eins og segja, þetta er eiginlega bara svona snögg leið, við þurfum kannski pínu að taka tillit til að það geti verið aukin þyngd í fólki sem er kannski með mikinn vöðvamassa og jafnvel bara stór bein, að þá er þyngdin kannski svolítið há með jafnvel hæðina. En það væri líka hægt að fara bara í svona betri fitumælingu, það var hægt að láta svona að klípa í líkamsfituna og mæla hana þannig, svona mæla þetta á nokkrum stöðum. Það er til dæmis gert ef að fólk er eins og í íþróttum, í færingu liði eða þess að kanna þetta betur, svona líkamsástandið. Nýlegar rannsóknir sem voru gerðar á þyngd Íslendinga, að það sem kom út af því er að 1/4 10 ára barna eru þungur eða feitur og 71% karla og 61% kvenna eru þá í yfirþyngd eða í offitu. Þá vorum við að tala þarna yfir 25 í BMI kannski. En nýjustu fréttir eða niðurstöður gefa til kynna að það eru svona jákvæðar fréttir á sumum sviðum þar sem að það sé að breytast til eins betra. Og það er eins og fólk sé kannski aðeins orðið meðvitaðra neysluhætti og þess háttar og hvað er að innbyrða ásamt því að hreyfa sig. Er bara að vera að tala um Bandaríkin og ofþyngd. En afleiðingar offitu, ég ætla aðeins að fara yfir það, svona að offita tengist aukinni áhættu á ýmsum sjúkdómum og vandamálum og þá er þetta nefna hjarta og æða sjúkdómar, hækkuð blóðfita, álag á liði, stoðkerfið, varðandi sykursýki, áunnin sykursýki og síðan getur þetta líka bara haft áhrif á til dæmis sálfélagslega áhrif á einstakling. Það er svona bara að vera að sýna hvað afleiðingar þetta hefur á hjarta og lungun og hækkaða blóðfitu, að þá er talað um að eins og hækkað kólesteról, að það safnast fita inn í æðunum og þar af leiðandi er erfiðara fyrir blóðið að flæða líkamann og súrefni til vefjanna. Og þetta getur haft áhrif til dæmis eins og kransæðarnar. Hækkaður blóðþrýstingur, það getur bara svona erfiðara viðnámi, það fer að þrengjast þarna og þá er erfiðara fyrir, eins og ef við kíkjum á æðina, að það verður mikið erfiðara fyrir líkamann að koma blóðinu og þá byrjar þrýstingur að hækka að því líkaminn er að kalla kannski á meira súrefni eða allir vefi líkamanns. Svo þá byrjar að aukast blóðþrýstingurinn og ná síðan ekki að annað því þá byrjar hjartað að pumpa hraðar og þá nær það ekki hvíldinni til þess að gefa tækifæri til þess að fá súrefnisríkara blóð. Það er svona að þá fara allt í einu að streyma kannski bara súrefnisnauðara blóð vefina. Aukið álag á liði, erfiðleikar við uppskurð, það er bara eins og að fara á skurðarborðið, að þá er oft erfiðara bara að framkvæma skurðaðgerðirnar og líka oft bara erfiðara jafnvel að svæfa einstaklinga og sumir treysta sig bara ekki til að þá þurfa kannski að láta sjúklinga léttast á þeir og getur leitt síðan til sálrænna sjúkdóma og fólk fer bara að líða illa og félagslegir þættir, sálrænir og síðan hægðatregða. Af hverju kemur það hægðatregðan? Það getur verið varðandi fæðið, kannski eru það ekki að borða rétt, síðan allt í einu náðu ekki að hreyfa sig og þá voru minni þarmahreyfingar og þess að þetta helst kannski svolítið í hendi þarna og enda þá með að verður hægðatregða. Og sykursýkin,
að of mikið glúkósi